Já, það var einhver umræða hér fyrir kannski viku eða tveimur kynfræðslu í fermingarfræðslu á Akureyri og var svona svolítið umræða í samfélaginu í kjölfar af því. Mér finnst þetta áhugavert efni og hef fengið hingað 2 presta. Það Skúli S. Ólafsson sem prestur í Neskirkju og Bjarni Karlsson sem prestur og siðfræðingur á Salgæslustofunni Hafi. Til þess að ræða þetta aðeins, hvort að kynfræðsla eigi heima í fermingarfræðslu. Skúli? Já, stuttasvarið já og við í Neskirkju áður en að ég kem þangað höfum miðlað þeirri fræðslu til fermingabarna. Bæði með sem sagt fagfólki sem að starfar í heilbrigðisgeiranum, þekki vel til. Og svo líka sem kannski ekki síður brýnt að flétta kynfræðslu saman við það eiginlega nám sem við erum að bjóða fermingarbörnunum upp á. Ég segi þeim það náttúrulega, þau eru þetta á ýmsu þroskastigi þessi ungmenni á þessum aldri og svona kannski mikið farin að brjóta heilanum þessi mál, veit ég ekki. En ég nefni það við þau að þetta þau samskipti fólks í kynlífi sem að hafa mest áhrif til góðs og ills og þarna í rauninni skiptir það svo miklu máli að við vöndum okkur sínum umhyggju og virðingu, komum ekki fram við eigin líkama eða líkama annarra virðingarleysi og skeytingarleysi og ég bendi þeim á það til dæmis, hvort sem þeim einhver akkur í því að heyra síðmiðaldra mann tala þessi mál við þau, að mikið af því efni sem að þeim aðgengilegt á netinu afskræming á þessum þáttum og það mikilvægt fyrir þau að átta sig á því að einstaklingar sem þar eru í mynd eru sennilega fórnarlömb mansals, eru sennilega örvuð eða deyfð með lyfjum til að þola það sem þarna fer fram og það gott að vita það á hvaða æviskeiði sem að það ekkert gott sem fer fram þarna megin við skjáin og heldur ekki gerir það neinum gagn sem horfir á og þar fer saman bæði heilsufarsleg gagnsemi og siðferðisleg ákvörðun. En hvað heldur að valdi því að fólk hrökkvi til eða einhverjir og segi byttu á þetta nú heima í kirkjunni? Þetta var ekki í kirkjunni þegar ég fundist. Það gæti ykkur bætið. Nei, já, einmitt. Og þá held ég kannski að það sé framsetningin á þessum upplýsingum. Það engin laununga alveg frá upphafi hefur svona siðferðislegu boðskapur verið mjög ríkur þáttur af boðun kirkjunnar og stundum finnst okkur full mikið það. Við eigum löggjöf frá fyrri öldum sem að þess eðlis að fólk var látið jafnvel gjalda með lífinu fyrir það sem þá var kallað afbrot og glæpir en við í dag myndum ekki flokka sem slíkt en það viðleitni til þess að hafa einhvers konar stjórn á þessum þáttum sem blessunarlega erum við ekki uppi á 16. og 17. öld í dag. Og hugmyndin þá að þetta sé andstæða guðdómsins? Já, hugmyndin var á þeim tíma svo að það þyrfti að hafa stjórn á kynhegðun fólks með allt hætti en við lítum á sé eðlilegt í dag. En ef við leifum okkur aðeins að skoða þetta í svona sögulegu samhengi þá viðleitni okkar náttúrulega ekki refsing eða neitt slíkt heldur einfaldlega upplýsing. Í dag það hlutverk okkar alveg eins og það hefur verið á öllum tímum að upplýsa fólk afleiðingar gjörða þess með siðferðislegum hætti. Þannig að mínum huga þetta mjög samræmist þetta algjörlega þeirri boðun sem kirkjan á að stunda og hefur stunda með ýmsu móti og ýmsu sniði. Og væri ekki hægt að sleppa þessu? Mér finnst það miður ef við slepptum þessu og stundum það sem ekki sagt áhrifameira og segir meira einstaklinga og samfélag heldur það sem sagt og hlaupa yfir
umfjöllun þá þætti sem snerta okkur hvað dýpst og geta haft varanlegust áhrif á okkur. Mér finnst það að segja mjög mikið samfélag ef þessu alfarið sleppt. Svo aðeins bæta við að ástæða fyrir því kannski að svona mál fara fyrir brjóstið á fólki, hafa farið fyrir brjóstið á fólki, eru náttúrulega kannski hvernig þetta er sett fram. Að það sem sagt fjallað til dæmis persónur Nýja testamentisins á svona hispurslausan hátt sem að fullorðnu fólki getur alveg fundist áhugavert en hérna eru við náttúrulega með einstaklingar sem eru kannski með viðkvæmari afstöðu gagnvart þessu og nóg nú af kaldhæðninni allt í kringum okkur svo að við séum ekki líka taka þátt í henni á þessu sviði. Þannig að ég held að það sé hægt að gera þetta nærgætnari hátt en ég minnst að kosti frétti af að hafi verið gert til norðan. Það er svona mín persónulega skoðun og svo ég ætla að fordæma það, ég var ekki viðstaddur. En mér finnst það hvað sem gerðist eða var ekki gert fyrir norðan í þessu tilviki sem þú nefnir, þá finnst mér mjög mikilvægt að þessi umræða fari fram á nærgætin hátt og af allri alúð. Bjarni, kynfræðsla í fermingarfræðslu, það er ekki mikil kynfræðsla í Biblíunni? Jú, það er bara alveg milljandi kynfræðsla í Biblíunni. Ég myndi alltaf segja það. Það er Sálmum og víðar. Já, og náttúrulega ljóðin er náttúrulega bara ástar, mjög kynferðsleg, beinlíns opið kynferðsleg bók, en það er ég var svo ánægður ég er bara svo ánægður með þetta svar allt sem að Skúli var að segja, ég vil bara byrja að taka undir það og hann er að koma vettvangi, hann er enn að kenna fermingabörnum, það er eitt af því sem ég sakna eftir ég fór að vinna alfarið við sálgæsluna að hafa ekki fyrir fram að með þessa rollinga svo stórkostlegur aldur og fá spurningarnar og við vorum að rifja upp hjónin, vorum að göngu og tala þennan, ég var að fara hérna þá vorum við að rifja upp hvenær byrjuðum við að því að ég var alltaf, við vorum alltaf bæði áratugum saman með kynfræðslu í fermingarfræðslu og hún er sóknarprestur í Garðabæ og gerir þetta alveg massíft og það byrjaði á því að það voru drengir, þetta var aldamótin og drengir sem spurðu Jón Hrönn er það satt að maður fer til helvíti sem að fróa sér eitthvað stær að þau pikka þetta og svo kom líka spurning og þetta var á þessum árum þegar málið sem samkynhneigðar voru svo umdeild og bannar Biblían að gifta samkynhneigða og það var í framhald af þessu þetta var svona aldamóti þá fórum við og það sem við gerðum það er svo gaman og nefnir hérna heilbrigðisstarfsmenn, við fengum bara heimilislæknin gerði Agott Árnadóttir, ég veit að hún leifur okkur alveg að nefna sér, hún bara búin að gera þetta árum saman með henni og líka með mér í Laugarneskirkju þegar ég var þar og þannig stóðum við bara hlið við hlið og það var og fengum foreldrarna og börnin til að koma og svo bara kynfræðsla og það er svo situr þarna auðvitað fyrir mig að setja mig í spor 13 ára stráka svo situr eitthvað drengurinn og allar þessar hugsanir, allar þessar tilfinningar sem leita á hugan og allar þessar kynferðslegu tilfinningar sem er okkur að Guði gefnar og drengirnir og stúlkurnar alveg eins, þetta er bara kynin er nú ekki svo ólík ef að við fáum ekki viðurkenning og speglun á það og ef það er ekki sett orð á kynferðslegar tilfinningar í umhverfum sem við erum að vaksa upp sem börn, þá fáum við einmitt eins og Skúli var að benda á upplýsingarnar úr öðrum og misvísandi áttum og þetta gríðara aðgengi sem börn hafa að klámi. Hvað er klám? Klám er einfaldlega kynferðslu umfjöllun þar sem valdahalli hefur verið komið á. Klám eru afhjúpandi kynferðsleg umfjöllun í orði eða myndum þar sem valdahalli er sestur á dagskrá og þar með verða kynferðslega samskipti settið þann farveg að það er alltaf eitthvað sem tapar
einhver sem tekur og annar sem tekin og allir tapa og það út úr þessu, það þarna sko, að því að þú spyrir, Biblían kynferðisleg, heyrðu, Jesús frá Nasaret, hvað var hann að gera á sínum dögum annað en að ganga og leiðrétta valdahallan, segja bara, heyrðu, eigum hérna samskipti á forsendum jöfnuðar, á forsendum virðingar, gerum það og það engin, sko nákvæmlega engin eðlismunur á kynferðislegum samskiptum og öðrum mannlegum samskiptum. Það sem gildir þar eru þessir þættir, það sem dýpstu og mikilvægstu þættir frá fræðilegu sjónarhóli er virðing og samlíðun. Og það að við virðum hvert annað og sjálf okkur, setjum okkur í annara spor, það kjarnin í öllum góðum samskiptum og líka líkamlegum samskiptum og kynferðislegum samskiptum. Og þetta er nú Guðspjöllin þegar kemur að félagslegum þáttum og farsæld einmitt eins og skúlar benda á farsæld okkar í lífinu alveg ótrúlega tengd í hvernig okkur hefur nú vegnað í þessu áhættu samanbröldi. En ykkar öll ekki frekar veik á móti öllu kláminu sem að lengst að var eiginlega megin þorri allra samskipta á netinu voru klám, þangað til að gröftur eftir Bitcoin fóru að slaga upp í það og núna líklega leitin af gerfi heimsku komin þar inn. En klámið náttúrulega alveg gríðarlegt afl. Með allri virðingu fyrir þjóðkirkjunni, þá hún bara og það svona veikur öll í eyðimörkinni. Já, en þess vegna það hlutverkirkjunar að taka sér stöð við hliðin og uppalendum. Ég að spyrja ykkur að því að þið hefur reynslu, hvort að krakkarnir komi og að þið upplifi það að ykkar leiðrétting eða ykkar leiðsögn vegi upp á móti þessum þunga klámsins. Einu sinni stóðu 3 drengir fyrir framan mig. Það var öskudagur og það var verið að halda hátíð í safnaðarheimilunum í samvinnu við foreldrafélagið og skólan í Laugarneskverfi. Dynjandi tónlist og allir í limbó. Allt sem standa fyrir fram með 3 peyjar og segja: Séra Bjarni, það satt, það ekki satt að engin fullorðin megi snerta barn á þeim stöðum sem sundfötin hylja? Ég hefði lært þetta orðalag af frá einhverju góðu fagfólki. Jú, sagði ég, í gegnum allan háaðan. Þá gáði þið vinur sér með olnbogaskott og ég sagði: hefur eitthvað komið við þig þar sem að sundfötin hylja án þess að þú vildir það? Hann kinkaði kolli. Viltu tala við mig? Við endum inn á skrifstofu. Það endaði með því að ég hringdi í hjúkrunarfræðinginn í skólanum. Málið fékk sína fallegu, réttu, erfiðu afgreiðslu. Mánuðum síðar hitti ég hann á götu og síðan kinkum við kolli. Þetta fór vel, eins vel og gat farið með alvarleika máls. Hann hélt heilsu og kröftum og sko, við þurfum að skapa svona umhverfi og kirkjan bara öryggisaðili í þessu. Hún bara vinnur með heilbrigðin, öryggi og heilsa bara fyrirbæri sem að Jesú Nasaret sett á dagskrá, Sameinuðu þjóðirnar sett á dagskrá, heilbrigð skynsemi sett á dagskrá, hver einasta fjölskylda ef hún í lagi og það má sín mikils gegn kláminu. En það kom hérna spurning ef maður fróar sér, fer maður til helvítis? Skúli. Því fljótsara, það réttur manneski við sín megin líkama er óvéfengjanlegur. Hvað kemur þessi hugmynd að maður fer til helvítis? Þetta náttúrulega, það eru ýmis ákvæði í lögmálum gyðinga í fyrstu Mósebókum Gamla testamentisins sem eru af þeim toga að við erum ekki mikið að fara eftir þeim í dag. Jafnvel þau sem segjast vera bókstafstrúar eða álasa svona liberal guðfræðingum það að fylgi ekki öllu sem stendur í Biblíunni. Það eru alls konar nákvæmar kennisetningar mataræði og hreinsunaratferli og ýmislegt fleira. Og margt af því ber merki þess að það verið að reyna að ná svona mjög miklu tangarhaldi á fólki og sumt talið vera óhreint, eins og til dæmis þegar konur hafa eignast börn, þá
eru þær taldar vera óhreinar í ákveðin fjölda daga, 40 til 50 minni mig, og svo eru það leittar inn í musterið eftir það og eru svona einhvern hreinsunaratvinnu. Þetta var stundað öldum saman meðal annars á Íslandi. Blessun, sko málið með kristna trú. Hún byggð upp á sög. Og það alveg hægt að taka sem sagt, lögmálin og reyna að fara eftir þeim í öllum smáatriðum, en ég efast að nokkuð geri það. En sögurnar eru sá farvegur þar sem boðskapurinn kemst og fram. Það ekki bara að þú ert Íslendingur og við erum svona frekar þannig þengjandi. Við skiljum heiminn út frá sögum. Við skiljum heiminn út frá sögum, þannig að við erum mikið forréttinda fólk að hafa aðgang að þessu sögum. Þú lest Biblíunni eins og Íslendingur. Kannski geri ég það. Og máttur orðsins er nokkuð sem að Íslendingar hafa alltaf haft mikla trú á. Þannig að þegar að menn eru sem sagt að taka þetta fyrir, og við erum líka gæfu fólk að því leitinu til að við pössum okkur á því að setja okkur ekki í sæti Guðs. Ég myndi svara því afdráttarlaust neitandi að fólk fari til helvítis fyrir það að prófa sér. Það er bara mín einlega trúarsannfæring og svo sé ekki. Það getur ekki lofað því samt. Jú, algjörlega. Ég lofa, nákvæmlega, ég hvorki lofa því ég fullyrði ekki, því að það sem er uppi og niðri er ekki mitt að dæma og það er fegurinn í þessu. Ég var með smá erindi daginn fyrir kollegana það sem heitir þjónundi fórusta, og þar örlar á þeim misskilningi að við eigum að vera dýrlingar í mannsmynd, láta allt yfir okkur ganga og ætlast ekki til neins af öðrum. Og ég byrjaði á að sýna þeim verk Michelangelo af Dómstegi, og það sem er svo merkilegt við það verk er að á þeirri glæsilegu mynd sem er í Vatikaninu, Sistínsku kapellinni, þar eru dýrlingarnir samankomnir, veifandi þeim kvalartækjum sem notuð voru til að stytta þeim aldur. En þeir eru vinstra megin við dómarann. Þér sem eru mér á vinstri hönd, þið farið niður til vítis. Þetta setur listmálarinn upp, og ég var að reyna að fá kollegana til að hjálpa mér að skilja það. Hvers vegna hinir heilugustu af þeim sem voru þarna á... Þeir bæði látni brenna þessa heims og næsta? Já, þeir bara... Njáll hefur ekki séð þessa mynd. Þetta er það sem að Michelangelo setur upp, en það var hann ekki, Michelangelo ekki fættur þegar Njáll var uppi, og þarna sjáum við kannski listamaðurinn bara túlka það, en það er bara ekkert okkar að dæma. Jafnvel hinnir göfugustu á hans tíma eru undirseldir sömu duttlungum og aðrir, og réttlæti þessa heims er að samaskapi aldeilis ekki óbrigðult. Það eru margir góðir einstaklingar sem verða fyrir hræðilegum örlögum. En varðandi ef ég segjum að spurningunum sé full svarað, þá finnst mér líka áhugavert að velta fyrir sér hvernig svona samtal fer fram. Og ég er svo heppinn að það sem ég þjónaði í Neskirkju, að þar geng ég inn í svona ákveðna rútínu í fermingafræðslunni sem hefur bara gefist vel, og margt af því er eitthvað sem ég vil bara halda áfram með. Og bara núna daginn, síðustu viku, þá vorum við einmitt með samkomu, fermingabörn og foreldrar komin saman. Og við prestarnir höfðum sáralítið hlutverk. Verkefni var einfaldlega það að þau tóku einhverjar myndir sem að samstarfsmaður minn hafði klippt úr ýmsum litríkum tímaritum, áttu að fara í gegnum ægilega hrú af þessum myndum, velja eina sem að gat til dæmis og sína síðan, voru svo saman foreldrar og börn, og svo áttu börnin að sína foreldrum myndina og segja við foreldrarna: af hverju valdi ég þessa mynd, af hverju finnst mér þessi mynd segja eitthvað um mig. Og foreldrarnir áttu að gera það sama, og svo áttu þeir að svara ýmsum öðrum spurningum út frá einhverju annarri mynd sem þau tók, og enduðu á því að taka inn að mynd sem að þau komu sér saman að lýsti þessari fjölskyldu vel. Hver er tilgangurinn með þessari samveru? Hér erum við nú ekki að kenna mikið í biblíusögum, en við erum að hvetja fólk til þess að tala saman. Við erum að hvetja fólk til þess að hafa eitthvað tiltekið þema fyrir höndunum, útskýra eitthvað hvert fyrir öðrum. Kannski er þetta þýðinga meiri þáttur í allri kynfræðslu heldur en það þegar að síðmiðaldra kall setur sig í einhverjar tilteknar svona fræðistellingar og ætlar að halda fyrirlestur yfir krökkum. Kannski er það miklu gagnlegra að slípa svolítið tengslin á milli fólks,
auðvelda fólki að spjalla saman, hvetja það kannski til að halda samtölinu áfram þegar heim komið. Því ég held að mikilvægasta kynfræðsla, hvort heldur við erum að tala fermingarfræðslu eða önnur samskipti, á sér stað bara í hversdagslegu umhverfi. Enginn að fara í einhverja setja sig á einhvern stall og halda einhvern fyrirlestur. Ég bara koma þessu til dæmis þegar ég fæ að kenna boðorðin það vil svo skemmtilega til að boðorð númer 6 fjallar kynlíf þú skalt ekki drýja hór og þetta getur orðið tilefni líflegra umræðan. Hvað felst í því að drýja hór? Hvað felst í því að bera virðingu fyrir líkama sínum og virðingu fyrir líkama annara? Og hversu mikilvægt það í ljósi þess að þegar við förum út fyrir þau mörk að þá særum við fólk jafnvel ævilangt. Og ég segi krökkunum frá því. Það eru einstaklingar komnir á háan aldur sem eru enn að gjalda fyrir það að einhver fór inn fyrir þau mörk sem þau mátti ekki fara fyrir áratugum. Það aldrei talað þetta, aldrei gert upp og þannig að ég að reyna að útskýra fyrir krökkunum og sérstaklega í ljósi þess sem Bjarni nefndi til dæmis með klámið og skjánum og allt það. Auðvitað getur maður ekkert stemt stigu við því sem í boði í því stjórnlausa umhverfi. Maður getur opnað augu fólks fyrir því að þetta skaðlegt fyrir alla sem að málinu koma. Það mjög mikilvægt að við sýnum þessum helgu véum sem líka með okkar og tilfinningar þá virðingu sem þeim ber. Bjarni, þú lagðir áherslu á í sögunni af drengnum með mikilvægi þess að börn og ungmenni á þessum aldri hafi eitthvað trúnað til þess að leita til einhvers með eitthvað sem erfitt að tala í kannski heima eða í skólanum eitthvað þar. Kirkjan fyrir mörgum kannski ekki þessi öryggisstaður og sömuleiðis heyri ég það óma hjá Skúla að svona ég síðmiðaldra maður og svona vefengja stöðu sína til þess og vísa til þess að kannski verði þetta til í samtali sem að kannski ekki svo mikið leiðsögn í heldur bara kveikja sem að við getum komið með frekar leitt þetta. Eitthvað, gæti það verið eitthvað í sambandi við kynfræðslu og fermingarfræðslu að kannski kirkjan hefur nú kannski ekki alveg söguna og stöðuna til þess. Ég veit að þið kannast þessu umræðu sama. Ég býst við að hinsegin fólk geti komið til kirkjunum með sömu. Ég meina, ætlið þið að fara eitthvað að leiðbeina hér, kæru klerkar? Þetta er svona hinn synduga kirkja. Ég held að þannig erum við að tala tvennt, annars erum við að tala kirkjuna sem stofnun og hins vegar kirkjuna sem samfélag þeirra sem vita sig syndug. Kirkjan sem samfélag fólks bara samfélag syndara. Samfélag fólk sem að lifir sem iðrandi syndarar og það ekki og það hvað að lifa sem iðrandi syndari? Það að lifa þannig, ég sé í tengslum við iðrin mín og þau tengslum við þá vitneskju sem iðrin miðla mér. Tengslum við minn innri mann og meðvitaður sundrungina í mínu lífi, meðvitaður það að lifa með særða samvisku en ekki með slæfiða samvisku. Allar raunverulega þroskaðar manneskjur eru iðrandi syndara hvort sem það trúa á Guð eða ekki. Eru meðvitaður það að þurfa að lifa í stöðugum tengslum við raunveruleika sinn, við raunveru sína, una ástandi sínu, læra að elska lífið eins og alltaf ekki hafa það, ganga í gegnum mótlæti tilverunar og leið að vera meðvitað brotalamirnar í sjálfu sér. Og ef þú raunverulega kynnist þroskari mannesku sem komin er langt áfram í lífinu þá hún alltaf þar ef hún hefur ekki bara stuðst við rembing eða vitundabreitandi efni eða aðra aðferði til þess að skauta framhjá því að þroskast og þess vegna mjög mikilvægt að talandi síð miðaldra karlmann að þarna standi mitt síð miðaldra karlmaður
og miðli og leyfi röddum að heyrast og setja á dagskrá að allt sé til umræðu og þá gerist það í gegnum þessi geðtengsl auðmýktarinnar þar sem að sá sem setur mála á dagskrá þess tilviki sóknarprestur út í einhverju hverfi sko, að geri það í auðmýkt geri það án þess að taka sér stöðu og þegar þú tekur þér ekki stöðu þá færð hana þá skapast trúnaður og þá gerist það einmitt vegna aldursþíns, reynslu og þroska og auðmýktarinn sem þú sýnir og mildinnar og getur náttúrulega að hugsa vítt og dæma ekki vegna þess að þú lifir sjálfur sem iðrandi syndari og hefur enga löngun til að dæma nokkurn mann. Það er eins og presturinn sé í lagi og í stuði þegar þetta fyrir fram. Hann verður bara að vera heil manneskja og hann verður að hafa stunda sína guðfræði og unnið með sitt sálarlíf og unnið úr sínu lífi og standi fæturna sem heil manneskja. Annars er maður sannarlega hættulegur í starfi og þetta er verkefni okkar allra, ekki bara presta, heldur allra sem vinna við vandasum mannleg samskipti með fólk og þá gerist það einmitt að fólk kemur með sárin sín inn í sálgæsluna til prestins, þetta er það sem ég vinn við á minni stofu alfarið síðustu 12 árin fólk kemur með sín sár inn til þess að opna þau, til þess að horfa á þau eitthvað það sem ekki er dæmt eitthvað það sem er í lagi að vera þessi brotna manneskja með svo margt sem að hefði mátt betur fara og leggjum leið lífsrá sín á borðið og horfa á þessa flóknu mynd því að allt fólk er að lifa harðri lífsbaráttu og það er þetta sem að kristin kirkja hún hefur því hlutverk að gegna í samfélaginu að miðla, sko, vera þetta skjól, veita þessa sálgæslu sem hefst einmitt úti í bara, hún er allstaðar að eiga sér stað og svo, ég man það þegar ég var að byrja í prestskap, sko, ég gleymi ekki þegar ég var að eftir guðsjónstu, það var bara í Vestmannaeyjum þegar ég var að byrja sem prestur, ég hugsaði svo oft þegar ég var að ganga heim, allar vegalengdir stuttar og gekk, ég var að ganga heim eftir guðsjónstur og ég skildi ekki, akkur er ég svona afhjúpaður, akkur er ég svona niðurlæður, akkur gengi hérna í henglum eins og ég hafi, sko, bara verið auðmýktur. Þá ætla ég byrjaði að fatta það er vegna þess að ég var auðmýktur. Það er vegna þess að ég sko, það að þjóna Jesú nafni er ekkert annað en auðmýkingar ganga. Að voga að vera berskjaldaður og efast og þjást. Og einungis sem slíkur getur boða trú ef þú boðar hana með þínu efafulla hjarta. Og ég má bæta líka við, sko, að því eins og Bjarni segir með iðrunin að sko, kirkjan er náttúrulega ekki bara eitthvað óbreytanlegt. Kirkjan er í rauninni á ferðalagi, stöðugt að endurnýja sig og endurmeta sig. Og það er náttúrulega sko, það er upplýsingar og sá veruleiki sem birtist okkur núna á síðustu áratugum að kirkjan hefur náttúrulega farið mjög inn í sig og verið kannski fyrsta samfélagið sem tekur sjálfa sig til endurskoðunar. Þegar einstaklingur bregst þorpinu, þá hefur þorpi líka brugðist einstaklingnum og þorpi þarf að endurskoðast og það er það sem kirkjan hefur gert. Og svo náttúrulega segir maður nú bara eins og frumkvöðlinn á að hafa sagt, sko, hér stend ég og get ekki annað. Við höfum undir tækifæri, fáum það mikla traust að það eru einstaklingar á krossgötum í lífi sínu sem að koma til okkar og við erum, ég átti nú ágætt samtal við einn forgólsmann í siðmennt núna í fyrir einhvern tímann kom einhvern viðbur hjá okkur og ég sagði hvað er að frétta og hann sagði bara nóg að gera hjá okkur í athöfnum og ég sagði bara ég bara þakka ykkur fyrir ykkar framlag, þeir eru búin að reynast okkur í þjóðkirkjunni ómetanleg vegna þess að fyrir einhverjum áratugum þá mætti presturinn í bekk 13 ára barna og bað þau að rétta upp hönd sem ætluðu ekki að ferma sig. Þetta var bara venja, hugsunarlaust norm sem allir gengu inn í. Og ég segi, við erum núna með yfir 100 fermingabörn. Þeim fjölga talsvert hjá okkur á síðustu 10 árum. Þetta eru allt einstaklingar sem vilja koma til okkar vegna þess að við erum já, í þeirra augum bara trúverðugt fólk og við viljum auðvitað standa undir því trausti og hluti af því
held ég einmitt að sé það að við sem samfélagi í kirkjunni höfum tekið ábyrgð á því sem gerst hefur og höfum endurnýjað okkur og endurmetið okkur í því ljósi. Núna til dæmis eins og við tökum sem dæmi þessum Bjarni stóð nú aldeilis í stafni í þeirri baráttu sem var varandi mál samkynhneigðra sem kostaði miklar þjáningar en eins og Bjarni hefur nú bent á við þetta borð að þá voru þær þjáningar kannski bara nauðsynlegar til þess að við gætum bara virkilega farið ofan í kvikuna á okkur til þess að meta það hvernig þessi umræða endurspeglaði okkur sem samfélag og nú höfum við farið þá leið sem okkur bar í þeim efnum og hlúða þeim hópi sem hefur staðið á jaðrinum kynslóðum saman staðið í blegðun og skömm fyrir sitt eðli og það er ekkert kristilegra heldur en það einmitt að bjóða þann hóp velkomin inn í þetta samfélag okkar og opna faðminn fyrir þeim og sýna þeim að þau eru jafn mikils virði og allir hinnir ef ekki meira. Þannig að þetta, ég held að það sé þegar ég var að tala um síðmjaldra mann þá var ég að tala um einhvern sem að setur svo einhvern stall og allar að halda fyrirlestur yfir. Ég er að segja mikilvægasta kynfræðslan á sér stað í afslöppuðu samtali. Sumir segja langt best fyrir foreldra eða vilja miðla þessum hugmyndum til barna undir stýri. Þegar unglingurinn situr við hliðina á munum undir stýri og maður heldur bara stýrið horfið fram á veginn þá er kannski mjög gott tilefni til þess að lauma að þessum gagnlegu sjónarmiðum sem að þurfa að heyrast. Við getum ekkert ráðið því hvaða afleiðing áhrif það hefur en maður getur samt alltaf lagt sér fram því þetta skiptir svo miklu máli og við ættum að vita það betur en nokkur annar við sem erum í kirkjunni. En ekki skrítið að hlusta okkur segja þetta þegar við báðir prestar og ykkar starfsvætt okkur predikunarstólinn sem er svona trappa upp svo er þessi svolítið yfir við erum búin að taka og þið segið sannlega segið yður ég segi það ekki en Jesús segir það en hann má alveg segja það ég segja það nú sjaldan en við til dæmis í Neskirkju tókum niður predikunarstólinn mikil mubla sem að eiginlega svona kom manni fyrir einhvern veginn faldi mann svolítið eins og veggur á milli okkar og safnaðarins og það var eitt af því sem ég fór að venja mig á var bara að sniðganga þessa mublu algjörlega og standa bara fyrir fram að fólki og eiga við að og tala þannig við að milliliða laust en predikunin, ég meina að það svo hittist fólk í kaffinu og eftir og þá var þetta að taka prestin og beinin. Ég fór eins og í messu í Suður Noregi þar sem leikmannakirkjan hafði haft mikil áhrif og mér finnst það mjög gaman að allt í einu byrjað maður að tala þarna, standa upp einhverjum 3 bekki fyrir aftan mig og byrjaði að fara með predikuna þeir fara, hann verður bara að vera á jafnsléttu hann má ekki vera einu svona þessi 3 skref ég aðeins fyrir ofan, það bara svo allir sjá aftast að Nei, þetta, veistu, ég hef aldrei hirti segja þetta Skúli með hjá ykkur ég notaði aldrei predikunarstólinn í Laugarneskirkju þessi 16 ár sem ég var þar nema jólum og páskum þá gerði ég það fyrir söfnuðinn að standa þar en ég sagði alltaf það ég held að það séu svona 12 gráðu halli og þá ef við förum yfir hann þá detta góðu fréttan einhvers staðar á milli við þurfum að vera í augsambandi það eðli góðu fréttana en já og það er margt sem mann langar að segja þetta Mér langar að spyrja aðeins þetta af hverju fólk verður svona kvekt þegar að heyra þessi kynfræðsla í fermingarfræðslu og finnst það skrítið. Kannski fólk sem ólst ekki upp við það. En þetta er einhver leyti tengt bara eitthvað svona tvíegyggju í heiminum að Guð tilheyri hinu andlega en djöfullinn hinu líkamlega. Og þú talar um svona breiska mann eða synduga mann og ég með Jesú sem með einhver leiðværi til þess að útskýra hann að það var Guð hefði tekið á sig mannlega hold og reynt að sýna hvernig við getum farið með guðlega neista í mannlegu holdi, ekki með því að afnæta því eða hvað. Þannig að spurningi hvort að hugmyndi fólks erindi kirkjunar sé að það svífi svolítið svona yfir okkur og eigi kannski ekki við alveg á okkar leyndarstöðum sem að tala um staðina sem að sundskiljan hýlur. Það er bara gaman í rauninni að það samtal skuli fara fram því að það maður búin að læra eitthvað í lífinu og það einmitt það leið og það verður einhver andstaða við það sem
manni finnst eðlilegt og sjálfsagt og þá maður knúinn til þess að færa rök fyrir því að útskýra sína minnst ákosti fram á það hver sjónarmið manns og þetta sjáum við til dæmis bara hvernig til dæmis þjóðkirkjan starfaði þegar við vorum með nánast hvern einasta mannsbarn á Íslandi innan okkar vébanda. Það var í sjálfu sér ekki mjög ögrandi starfsumhverfi ímynda í mér þó að prestar hafi haft mjög mikið að gera og mikill erill. Getum sagt með mikill einföldun og biðið þá afsökunar sem að móðgast afgreiðsla. Það leitar einhver tilmann sem að sinnir því verkefni sem manni falið að sinna. Í dag erum við náttúrulega bara hluti af litrófinu í samfélaginu, skoðana og sjónarmiða og hópa. Við þurfum að hafa miklu meira frumkvæði og þegar þú nefnir þessa hópa, ég veit ekki hversu fjölmennir þeir eru eða hversu ígrundaðar hugmyndir þeirra eru en það náttúrulega mjög margt, svo maður segir það nú bara í biblíunni sem bendir til þess að þessi tvíhyggja sé ekki alveg sá boðskapur sem það má finna. Jú, vissulega má finna staði til dæmis í Jóhannesarguðspjalli þar sem að talað þetta sem andstæður en við segjum í hverri messu ég trú á Guðföður almáttugans skapara himins og jarðar. Það jarðneska strax ávarpað og við erum með jarðnesk efni í þessum 2 sakramentum í lúterskri kirkju, vatn og svo brauð og vín. Það líka til að undirstrika það þegar jarðneska hefur mikið gildi og þannig að það má sannarlega vísa í þunga hefðarinnar í þeim efnum að þessi boðskapur okkar Bjarna engin heresía. Þetta allt í samræmi við upprunalega. Hvernig orti Sigurbjörn gamli eigi stjörnum ofar á ég þig að finna meðal bræðra minna mín þú leitar Guðs nærin blærin blómið barn á mínum armi ást í eigin barmi ertu hjá mér Guð þarna holdtekjan boðuð og hinn persónulega og pólitíska afleiðing holdtekjunar hvar sem þrautir þjaka þig ég heyri biðja viltu veikan styðja vera hjá mér þar og bara ekkert pólitískara og ekkert hefur meiri félagslegar og tilfinningar og kynferðslegar afleiðingar heldur en það að það skuli standa og vera að við skulum að kristin kirkja skuli gegnum aldirnar hafa boðað það og ekki gleymt því að orðið varð hold og hann bjó með okkur fullur náður og sannleika þetta okkar það okkar verkefni að finna út úr því á hverjum nýjum tíma í kirkjunum sem alltaf var að breytast af því hún einmitt, eins og Skúli var að segja þetta fólk á ferð, við neglum aldrei hælana alveg til jarðar, við erum alltaf tilbúin að taka upp tjöldin og halda áfram til þess að fylgja drottni í þessari köldu vörld, fylgja Jesú Kristi. En uppbyttum má ég aðeins skjóta inn. Ég held að sumir vilji það ekki. Nei, ég alltaf á einhverjum ani alltaf verið að toga mig í eitthvað, getið þið ekki verið kjurr og getur ekki bara verið eins og þið voru þegar ég fundist þarf þú endilega að koma þitt hlutverk að vera kjurr og halda einhverju festu í lífinu það nóg af liði sem eldir allar dellu hugmyndir sem hér flæðum verð þú kjurr og þessi krafa, þessi bæn þetta bara manneðlilegt, þetta bara bænin það eiga nógu gott foreldri það við þekkjum það öll sem að þjónum í prestskap að í sálgesslunni gefst manneskjunni kostur á því að koma og vera hreinlega í barna sjálfinu. Þú ferð inn í þú ferð inn í þú kemur og þú ferð að því að þráin eftir því að það sé eitthvað stöðugt, það sé eitthvað sem virki og ég fái hlustun þetta þráin og hið stöðuga sem kirkjan boðar og breytist ekki það Jesús Kristur upprisinn öllum mannum til hjálpræðis. Guð hefur í Jesú Kristi tekið allan þennan heim, hann sundraða þjáða heim, þessa veröld í fangið sitt og mun leiða það allt til lífs með sér. Það breytist ekki. Himinn og jörð mun líða undir lok, en orð mín mun aldrei undir lok líða mælti Kristur. Og kristin kirkja síðan bara fólk sem að finna út til byrju, hvað þýðir þetta núna? Hvað þýðir þetta núna? Getur þetta til dæmis þýtt það núna að
að ég víki mér ekki undan því að vera vitni af aðstæðunum bara eins og þeir eru í samfélaginu á hverjum tíma eða í lífi barnsins míns þegar það að byrja að taka út kynþroska og ég ætla bara að standa með því, ég ætla að vera því samferða og þegar það spyr þá ætla ég að gefa því réttar upplýsingar og þegar og svo í þjónustu kirkjuna þegar fólk ratar í raunir og erfiðleika sem eru fyrirsjáanlegir sko við erum búin að ganga í gegn svo mikla siðvæðingu núna, veraldlega siðvæðingu, við ætlum að leysa þetta, bókið var það og er það að hluta, að leysa mannlega vanda með því bara að haga sér á meðan sko og dæma lífendur og döða og svo núna sitja á minni stofu svo kemur ungt fólk og það hefur gerst og það hefur gerst sem aldrei skildi hafa gerst í lífi pars sem situr þarna í mínum brúna sofa að það hefur verið haldið framhjá eða það hefur einhver barið einhvern eða það hefur verið með einhverjum hætti farið yfir mörk og valdið tjóni í samskiptum fólks og þá gerist það nánast undantekningarlaust vegna þess að fólk ungt og það hefur þessar upplýsingar á nútímanu þar sem við höfum algjörlega gleymt og mist tökin á því að skilja eðli fyrirgefningar í mannlegum samskiptum, hvernig má vinna hana fram, er það ekki bara meðvirkni að fyrirgefa og sá aðilinn í sambandinu sem að hefur brotið er bara persónulega stíin inn í eitthvað helvíti sem algjörlega nýskilgreint áður höfðum við það nú eftir dauðan sko. Nei, núna er það komið inn í stofu og inn á netið og þegar fólk hefur brotið af sér eins og við gerum þegar fólk hefur brugðist og svikið eins og við gerum þá trúir ungt fólk því í dag að það sé engin leið það veit ekki að það sé hægt að endur vinna trúnað í verki sem hefur rofin í verki kristin kirkja sem samfélag hún þekkir þetta, hún þekkir þessar leiðir á gamla málun heitir það iðrun og yfirbót og endurreisn hlutverk pressins í dag er til dæmis mjög mikið það að miðla þessari góðu frétt já, við erum bresk, við erum syndugar manneskjur, við erum fætt sem erfða syndin, erum fætt sem syndugar manneskjur og þess vegna barnið áður en það skýrt klætt í hvítan kjól sem ofur síður og það verið að segja við það, elsku barn þú átt eftir að gera fullt af mistökum í lífinu vertu óhrætt við að í þínum mistökum við munum elska þig gegnum þau svo þú verður þeirri manneskju sem í þau býr og það er þessi þekking á því að vera manneskja bara syndug manneskja sem að kristin kirkja alltaf stendur fyrir í mildi og víkur sér ekki undan því að vera aðila því samfélagi sem hún er að þjóna þannig að það er og þar þurfum við náttúrulega í sífellu að glíma við yfirborðsmennskuna, glíma við embættismennskuna, glíma við það að vilja hylja okkur í öllum flóknu guðfræðilegu orðunum og jari til þess að miðla góðu fréttun sem í holdinu, í holdtökunni án þess væri Guð bara andi sem myndi dæma okkur eins og við okkur hætti til að gera hvort við annað og ef við höfum hátt upp hafið fjarlægan Guð eða það er okkar Guðsmynd og Guð sé bara hátt upp hafið og fjarlægur sem að horfa á okkur með dómi þá er það vegna þess að það er okkar vinnutilgátt í lífinu að gera svoleiðis ef við eigum nálægan kærleiksríkan Guð sem Biblían sannarlega sýnir og boðar í Jesú Kristi þá er það vegna þess að okkar vinnutilgáttur í glímanum við lífið varða nánd, varða skilning, varða virðingu, varða samlíðun og þú talar svona vegvillur vóksins sem eiginlega fjarlæðina í slíku ástandi þegar við horfum ekki á okkur sem breyskar verur bundnar þessu mannlega holdi og þessari mannlegu tilveru sem að við getum aldrei orðið fullkomin við getum aldrei orðið tilningar tilgangurinn í þessum heimi iðrunar og allra þeirra athafna sem tengdust henni í gamla daga tilgangur var alltaf fyrirgefning kölluðu það aflausn að þú gast meiri sig að við brotin voru alvarleg þá þurfti fólk að standa fyrir fram á söfnuðin og játa þær syndir sem viðkomandi hafði drýgt svo fóru allir til altaris með þeim sem að hafði játað til marks það að hann var komin aftur inn í samfélagi og það stóð í konungsbréfum eftir þetta má aldrei minnast á afbrotið sem viðkomandi hafði framið þetta var í rauninu svo aðferðafræði sem eitt sem var notuð En þið bjóðu ekki upp á þessa þjónustu í dag
við bjóðum upp á sálgæslu og það sem segir í stefnuskrá hérna Lúterska kirkju sem kirkjuordinans síðan Kristjáns III frá 1537 það segir sko tilgangur altarissakramentisins að hugga hreldar samviskur það það sem við erum alltaf verið að gera og ef við værum ennþá árið 1537 í okkar boðun þá held ég að jafnvel íhaldssömustu borgara þessa lands myndu fara að kvarta Þú býður ekki upp á þetta í Neskirkju ég komi og þér er velkomið það er meira en velkomið ef það er eitthvað sem þú vill létta á því fyrir framann hvort það væri söfnuðurinn eða einhverjir sem að þú hefur átt samskipti við Þetta nefnilega, þú nefnir þetta í... Ég sumilegt að spyrja í alvörunni. Ég veit það. Við vitum að þetta það sem verið að ræða sem afleiðingar af bókinu. Hvað eigum við að gera við sektina? Þetta það sem að kirkjan segir alltaf það þarf að játa veinlægni, að ekki játa bara með vörunum. Ef fólk sannfærður það að hafi gert rangt, þá sé þetta aðferðin bæði til að komast aftur í sátt við samfélagið og auðvitað eigin samvisku. Og þetta sjáum við auðvitað í okkar menningu að það náttúrulega kallað eftir alls konar yfirlýsingum frá fólki og þegar þær eru komnar og eru trúverðugar þá hægt að halda áfram. Þær eru það kannski aldrei, því það alltaf einhver sem segir að ég veit ekki alveg hvort ég trúi þessu. Meta það fyrir sig, en þetta í rauninu svo fórn sem að þarf að fremja til þess að endurheimta það sem var brostið og allt þeirra sakramenti í sínu skilingi ákveðin fórni það kannski efni í annan vital. Þetta var áhugavert ferðalag frá kynfræðslunni yfir í holdið og guðsmyndir og bók og fyrirgefninguna. Alltaf gaman að tala við prestana. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Skúli og Bjarni. Takk fyrir sem leys. Og við höldum svo áfram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja okkur sjálf og heiminn. Næsti kallur eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is